og það fótboltamenning og svona Audda Blöð, Hjörvar Hafliða, Gilsinegger, svona sem að hinir útvöldu myndu alltaf álíta sem lágmenningu, að þá þetta fólkið sem líklegast til þess að vera orðið þreytt á innfluttri orðaræðu. Og þá ég að tala þá innfluttu orðaræðu það að karlmenn séu eitraðir, að þeir eiga að skammast sín fyrir gróðurhúsa loftslagssporin sín og þegar þeir brosa út í annað, þegar opinberir starfsmenn taka sér frí í kvennaverkfalli þar sem hinir útvöldu titla sig sem hetjur og fórnarlömb samtímis. Þetta megin ástæða þess að traust á stofnunum hefur minnkað og traust á þessu svona heildarmengi hefur minnkað. Að fólk sé minna tilbúið til þess að lúta vilja fólk sem barðist gegn því að léttskildi á faraldursaðgerðum samhliða því að segja að við getum tekið á móti fullt af fólki með annan menningabakgrunn án þess að það myndi koma til með að hafa áhrif, að trúa á hina hefðbundnu fjölskyldu sé eins og að trúa á jólasveinin, að hætta skildi að nýta virkjanakosti út af því að við varum í svo góðum málum með varðar orku sem reyndist náttúrulega sjálfsögðu ekki rétt, að þú sért ömuleg manneskja, skildir þú gerast uppvís að því að telja að bara kynin séu bara tvö og að það sé mjög mikilvægt að slá skjaldborg utan þá sem að tala fyrir þessu út af því að þeir höndla ekki gagnrýni. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á partus.is/ein pæling.